Komið bless og sæl. Já, öfugt, ég vissi það. Það var eitthvað svona. Gott að sjá ykkur öll hér í dag. Yfirskriftin á ráðstefnunni, getum við haft áhrif? Og það er spurning, getum við haft áhrif? Þessi ráðstefna er haldin í samstarfi við Ristilfélagið og Stómasamtökin með stuðningi frá Ice Pharma, Coloplast og Ross. Og svo er það Fjarðarkaup sem gefur okkur ávextina og grænmeti sem þið fáið hérna á eftir. Ráðgjafarþjónustan hefur vaxið og dafnað og við erum afskaplega stolt við sem vinnum hérna. Og þeir sem koma hérna, þeir segja okkur að það sé gott að vera hér. Hér vinna 2 hjúkrunarfræðingar, nýr forstöðumaður Sigrún Lilli sem hann var kynnt hérna áðan og við hlökkum mikið til samstarfs við hana. Nú ég og Una félagsráðgjafi, Valdi sem er framkvæmdastjóri Krafts og kemur með búst handa okkur hér á hverju mótni. Svo er það hún Eva sem er í meistaranámi í félagsráðgjöf og hún er hér í starfsnámi. Þannig að þetta er góður hópur sem er hér. Við veitum fræðslu, viðtöl, hagsmunagæslu, sálrænan stuðning og svo slökun. Hér eru forvarnir, fræðsla, rannsóknir og ráðgjöfin í hávegum höfð. Það eru 10 stuðningshópar sem eru hér með aðstöðum og það eru styrkur og samhjálp kvenna, framför og góður hálsar, kraftur, Stómasamtökin og Ristilfélagið sem að standa þessari ráðstefnu, ný rödd, stuðningshópur kvenna með eggjastokkakrabbamein og svo er það nýstofnaður lungnahópur. Stuðningshóparnir þeir vinna mjög mikið starf. Það er fræðsla og rappfundir og það er stuðningur, samvera, þorrablót og hóparnir hittast reglulega og fá sér til sín fyrirlesara allt milli himins og jarðar og aðildarfélög land allt hafa einnig aðstöðu hérna í húsinu. Svo er það dagskráin sem við erum alltaf svo stolt af að kynna. Hún er fjölbreytt og margbreytileg. Það er Qigong hér 2 í viku á mánudum og miðvikudum í hádeginu og dásamlegt að mæti þá tíma og svo fáum okkur kaffi og brauð, nýbaka brauð frá Grímsbæ sem þeir gefa okkur. Annar hvern miðvikudag fáum við til okkur áhuga að vera fyrirlesara og einu sinni í mánuði þá er samvera með ekkjum og eklum sem sér að Bragi Skúlason og ég sjáum og það eru haldin reglulega námskeið í hugrænni atferlismeðferð, sjálfstyrkingu og gjörhygli sem hefur verið alveg yfirfullt á og í samstarfi við Landspítalinn er hér röð hádegisfyrirlestra á föstudögum og svo er nýtt, við erum með prjónahorn á föstudögum. Miðvikudaginn 21. mars þá er hádegisfyrirlestur. Helstu krabbamein karla, einkenni og forvarnir og það er Lára G. Sigurðardóttir sem sér þá fræðslu. Hún hefur verið með fræðslu í fyrirtækjum út allan bæ. Og á 5. daginn eftir vikum þá er það karlmennskan, kynlíf og náin sambönd. Hver er reynslan úr kynlífsráðgjöf og meðferð og svona mætti lengi telja. Við hvetjum ykkur til þess að fylgjast með og skrá ykkur á póstlista og dagskrána sem liggur hérna fremum. Og svo erum við með verkefni á borði Kasta til bata sem er veiðiferð fyrir konur sem hafa greinst með brjóstakrabbamein og í haust þá er það karlarnir og kúlurnar. Svo látið ykkur bara hlakka til. Ráðstefnur eru haldnar reglulega, við höfum farið í ferðalög að Löngumýri, í Laxárdal, að Eiðum og í Grímsnesi. Og við segjum hérna með ráðgjafarþjónustuna að hún er í svo velvaxið tré sem tegir anga sína til þeirra sem nýta sér þjónustuna. Við reynum að hrista okkur þannig að fræin falli af okkur, vonandi ykkur til góðs. En það eru auðvitað þið sem styrkið okkur, það eru þið sem eru jarðvegurinn og áburðurinn og það er vegna ykkar stuðning sem við getum staðið svona keik. Takk fyrir.